Jæjón, kannski svona fyrstu viðbrögð við þessum drætti, hvernig líst þér á þetta? Fyrstu viðbrögð voru bara já, bara gaman að horfa á þetta í fyrsta lagi og vera með ykkur hérna. Það var góð stund? Já, góð stund, glæsileg. Og nei, þetta var þú veist, við fengum náttúrulega bara held ég eiginlega öll, já, þessi lið sem að kannski sem að, já, hefðu getað gert þennan riðil eins sterkan og hann sko. Þannig að það hefði alveg verið ágætt að fá kannski lið sem að við værum myndum matcha betur upp á móti eða eitthvað svoleiðis og hefðum kannski meiri séns á að vinna, hvað sem það þýðir. Það, ég er ekki að segja að það hefði ekkert verið auðvelt að vinna leiki í þessu móti en kannski aðeins svona, þú veist, kannski betri möguleikar á móti öðrum þjóðum en bara samt bara rosalega flottur, sterkur riðill. Þjóðir sem við höfum aldrei spilað á móti áður eins og Grikkirnir og Frakkarnir. Stór þjóðir, þú veist, sem að bara, þú veist, gerir þennan riðil meira sexy og bara upp á umfjöllun og bara fyrir okkur líka. Það er gaman að hljást við þá gaurar. Þannig að við erum bara brattir. Nú fengum við ansi erfiðan riðil síðasta Eurobasket-móti. Já, og þetta er svona. Það, ég meina, er þessi á pari, myndirðu halda? Styrkleika, já. Svona fljótið bræði kannski? Já, þetta er kannski lið sem að henda okkur ekkert eitthvað svakalega vel. Nei. Myndi ég segja svona fljótu bræði og pólverðin eru rosa sterkir, þú veist. Það er alveg með flotta íþróttamennina millimaður og geta skipt mikið í vörninni. Slóvenarnir eru rosa sprækir, Frakkarnir eins og þeir eru. Finnarnir eru náttúrulega alveg svaka harðir fyrir þeir eru mjög góðir og henda okkur ekki vel. Kannski spila harðan svona varnarbolta og þannig að það er alveg, þetta verður mjög erfitt fyrir okkur að kljást við þessi lið en bara á sama tíma mikið challenge og við erum spenntir fyrir því. Er eitthvað lið annars sem finnst áhugaverðar en annað að spila á móti? Já, sjá Ísland á móti, ykkur? Ég er spenntur að spila á móti Finnunum, svona persónulega. Þeir eru, já, hafa verið að gera óbærslega góða hluti í gegnum árin, maður hefur fylgst mikið með þeim. Stemningi bara fyrir körfuboltanum líka í Finnlandi er mikil, þannig að ég held að það verði skemmtilegu leikur. Þá er ég ekkert að tala hvort að við eigum eitthvað betri möguleika móti þeim eða ekki. Nei. Ég er bara spenntur fyrir þeirri viðureign. Það verði gaman að spila á móti Frökkurum og Grikkjum líka. Ætlar þú að elta Jannis? Já, ég held að við séum alltaf. Ég veit, nei, þetta er nú átrúnar góð hans ægi, sko. Já, meina, já. Hann fær að kljást við Spanúlis bara og fær svo að taka mynd af sér með honum eftir leik. Nú er mikið af ykkur komin í deildina heima. Hvaða áhrif heldur að þetta hafi á liðið? Þú verður heima ef spila í vetur? Bara, þú veist, þá meinur það bara þessi dráttur eða bara móti yfir höfuð eða hvað? Já, bara fyrir liðið yfir höfuð. Bara fyrir liðið. Þetta er alltaf, eins og að segja áðan, þá hefur við verið að fá svona fréttir svona á mótinu, þú veist, eitthvað nýtt svona kom í ljós eða eitthvað svona verið að kynna eitthvað fyrir liðinu og þá fær maður alltaf svona smá, verður maður spenntari, þú veist, og maður finnur það að þetta er að nálgast. Og ég held að menn séu bara alveg á fulla að gera sér klára fyrir þetta dæmi sko og síðan er bara partur af því, þú veist, menn eru bara að æfa á fullu og spila vel og eru örugglega með þetta sem smá svona gulrót sem er bara mjög jákvætt að hafa sko. Já, takk.